tók vel á móti okkur hérna og keypti þetta hús handa Drottni og þetta bænahúsið hérna. Hér biður hún og leitar Guðs og hefur leyft okkur að vera hérna í þessu húsi og við finnum fyrir nærveru heila sanda og finnum að hér smurning og hér hefur verið mikið beðið og margt fólk sem hefur komið hér og fengið að njóta þess að vera hjá henni. Og við erum bara mjög þakklátir henni fyrir það hvernig hún leyfir Guði að tala inn í líf sitt og hvernig hún hlýðir og þannig að bara takk, þetta er alveg frábært. Amen. Amen. Já, mér finnst þetta yndislegi menn sem að komi hér og eru hérna í húsinu sem að Drottinn sæmur að kaupa hér á þessir nokkrum árum og það fylgir þessum mönnum mikið í blessun og þeir hafa verið að opinbera eða láta tala við fólk Drottinn og þessa miklu blessu sem fylgir þegar eiga Jesú í hjarta sínu og geta fylgt honum og sem gert það sem að hann vill að við gerum. Og mér finnst bara alveg yndislegt að hafa mátt að taka á móti þessum mönnum að þetta allt leitt á Guði. Það ekki hvorki að mér eða öðrum. Þetta allt leitt á Drottni sjálfum og hann leiðir okkur öll saman ef hann ætlar okkur að kynnast og hafa svona gott að hvort öðru Drottinn. Hann svona, hann vinnur svona og þeir eru búin að fara út á höfn þessir drengir og þeir hafa fengið góða viðtökur og megi bara þeirra koma hingað og vega þeirra hér og þetta sem þeir fóru út á höfn til að tala við fólk að megi bara veist þess að fólk taki að móti Jesú. Að fólk fara að hugsa og þeir hafa opnað augu fólksins fyrir orðinu og fyrir hvað Jesú góður og ég við bara Guðs blessun yfir þessa menn hérna og þeirra framhald í trúnni og þeir ætla að halda fram að boða orð Drottins og ég veit að það fylgir því mikil blessun. Og það frábært að fá að þjóna svona Guði og ég bara stoltur af því að fá að vera í þessu forréttinda hópi að labba í hús og segja Drottinn Jesú Kristur, gjörðu svo vel. Halleluja. Og dýrsi Guði upphæðan fyrir það sem hann að gera. Sjáu þið, hérna erum við með hluti. Sjáu þið, hérna hún Edda sem að láða okkur bústaði. Hún kom hérna með þetta írindis kökur hérna handa okkur og hún skonsur, yndislega skonsur og smjörstykki sem bara alveg frábært. Hún lánaði okkur þetta hús hérna, þetta dýrlega hús, þetta bænahús hérna á Hornafirði sem hún hefur tilhengað Jesú Kristi og við höfum haft afnotað þessu húsi þegar við höfum komið til að leita Guðs og leita hans, ríkis og réttlæti og þegar við höfum haft löngun í hjarta til þess að leita Guðs á öllu hjarta í bæn og beiðni og til þess að finna hvað vegur Guðs þá höfum við getað leitað hingað í þetta hús. Og hún hefur haft þetta opið fyrir hvern kristinn mann sem á heilan anda og er fylltur heilugum anda. Og ég hvet þig sem ert þarna úti og Guð hefur talað að fara út, stígðu út, mættu, veistu það, Guð mun koma inn í kringumstæðina, hann mun blessa þetta. Og hann svoleiðis með okkur, við erum svo fylltir af andanum hérna að ég bara hálf drukkin. Svona Drottinn, hann bara yndislegur að fá að labba þessa göngu og bara hitta þetta fólki ennþá uppveðraður, bara í Jesú nafni og takk fyrir þessa dýrindiskökur, bara frábært. Og eiga þetta yndislega spjall við hann í dag, það alveg dýrlegt. Hún kom hérna og mætti og við bara fylltust öll heilugum anda. Bjarni bróðir hann fór og lagði sig og svo vaknaði hann og þá bara var heilagur andum, hann bara var drukkinn í andunum. Svo heilagur andum bara. Já. Og kemur nývaknar úr til, mætti bara hérna glaðglind gömul kona
með veigar handa okkur hérna og ég bara, húsið var fullt af heilugum anda og ég bara, vá, það verður uppvakning í kvöld og bara sigur hérna á Hornafirði. Og hvað gerist? Og nú erum við búin að þakka Jesú fyrir það sem hann gerir og við munum vera í bæn og beini og bara yndislegt og Guð hefur blessað okkur með þessum yndislega mati hérna sem að Bjarni er að elda og þetta er bara dýrlegt að fá að þjóna svona Guði og segið þið svo að trúboðar séu svangir. Sjáðu því, Guð gaf okkur kokk í Jesú nafni. Komið dagur að kveldi og við erum búin að leggja miða inn í hér uppi Löllhús á Hornafirði og það var ekki til svo maður sem ekki lokaði á okkur brosandi sem segir mér það að Guð var með í starfi. Við sáum mikla sigra gerast og kraftaverkin eiga eftir að gerast, þau gerast í kvöld en þau verða fleiri. Við lögðum inn sæði Guðs í mörg hjörtu og það er vakning í gangi í landinu, vinir, í Jesú nafni. Amen. Og það er svo merkilegt með þetta fólkið, það bað okkur margt hvert að biðja inn í kringumstæður sínar og það er mjög jákvætt að menn skuli hafa visku til þess að leita til Guðs með það sem á hjartanu hvílir. Því að Guð einn getur leyst úr okkar málum og það sem við getum ekki gert, það er gott að bara gefa það Guði. Erum við ekki sammála því, strákar? Jú, amen. Prísa Guði. Halleluja.
frá Eskifirði og við erum búin að fara frá Neskaupstað. Neskaupstað segi ég, og við erum þar búin að vera á sjúkrahúsinu að biðja fyrir sjúkri manneskju Skal stýra. og Guð talaði inn í and okkar og sagði að við ættum að fara á Eskifjörð og biðja fyrir henni og það er systur okkar í trú sem var í erfiðleikum en Guð mætti henni og mætti okkur og við fundum fyrir hvernig lækni kom inn og hvernig lausn kom inn í sigurinn hjá henni. Nú er bara Heilagur Andi að stýra fyrir mig. Nei, Bjarni, ég er að plata. Það er ljótt að plata. En Guð er góður, hann er að blessa okkur og við erum alveg fullir af anda Guðs, heilugum anda, í Jesú nafni. Amen. Jesú heilaga nafni. Bjarni, segðu það. Það er svo gaman þegar maður uppsker það sem er búið að vera að sá, það sem við erum að fara núna hérna út á land og við finnum þörfina og við sjáum hvernig Guð mætir þörfinni. Sjáum hvernig Guð læknar og hvernig Guð tekur á kringumstæðunum sem er hérna út á landi hjá þessu fólki sem er langt frá og það er svo blessað fyrir þetta fólk að það komi einhverjir svona trúboðar rétt eins og við, að komi fleira fólk og gefi þessu fólki af sér. Það er svo blessað. Þessi ferð er búin að gefa mér rosalega mikið, alveg óbúslega mikið og hérna það er bara, maður fær ekki orðið lýst. Það er alveg yndislegt að sjá hvernig og finna hvernig Heilagur Andi ræður. Amen. Ég tek undir þetta sem bræður minn voru að segja því að þetta er búið að vera mjög blessað og við höfum leyft anda Guðs að ráða og eins og ég var að segja við það hér í dag að þá er maður hérna eins og í bómull. Maður hefur upplifað sér svona eins og í bómull, verndaðan og bak og brjóst, í hvíld og faðmi drottins. Þetta er bara það sem hann er að bjóða þér líka. Okkur öllum sem viljum fara og stíga út þegar hann kallar. Við höfum hort upp á lækningar, við höfum hort upp á fólk sem var niðurlútt, fá aukinn kraft. Við erum bara verkari Guðs, við erum bara að gera það sem Guð er að biðja okkur að gera. Hann vinnur verkið, en við þurfum að mæta, fara á staðinn, það er bara það sem við þurfum að gera. Það er það sem hann er að hvetja okkur og hann er að, við höfum mikið verið að tala frumkirkjuna hér í þessari ferð. Ég trúi því og ég veit að allir bræður mínir hér eru saman því, Guð vill sjá frumkirkjuna starfa aftur í heiminn.
Ég hlakka til að fara hérna á Hellu, fyrirgefðu á Egilsstaði og gefa fólkinu miða og ég trúi því að séu margir sem vilja fá diskinn sem við fengum og Fiðrildi og Froskar, ég held að það ekki, það var Froskar og Fiðrildi. Froskar og Fiðrildi. Latti og Froskar og Fiðrildi! Þetta búið að vera frábært og við trúum bara á blessun í dag. Já. Áður við förum suður og við trúum því að við sem að sá hér og munum uppskera eða aðrir munum uppskera í kjölfarið á okkur. Já. Þannig vinnur Guð, hann notar okkur til að gera ákveðin verk og svo koma kannski aðrir í kjölfarið og þeir uppskera. Jú. Þannig vinnur þetta allt saman og þannig eigum við líka að hugsa málin. Við erum bara að starfa fyrir stóran Guð og hann að nota mig og þig og hann vill nota alla sem hann hefur kallað útvalið og ég myndi hvetja fólk til þess að flykkja sér í þann hóp að vera útvalinn og starfa á akrinum. Já. Því það svo blessað. Já. Hann gefur okkur gleði hérna innra með okkur sem við fáum ekki nema því að við erum að starfa. Og ég veit að þið eru sammála mér í þessu. Í Jesú nafni. Jæja, þá erum við að styttast í heimferðina og við erum bara virkilega glaðir, virkilega blessuð ferð og hún hefur verið árangusrík bæði fyrir okkur og aðra sem hafa komið að. Ég finn það í hjartanu að við höfum, að Drottinn hefur verið með og hann hefur blessað þessa ferð, bæði bara í andlegum málum og í félagslegum málum. Hann hefur blessað okkur saman og gefa okkur einingu og við finnum bara hvernig Guðs hönd hefur verið yfir þessu öllu hjá okkur. Og hérna er Reykjavík, nú erum við að fara að koma að Hvalfirðinum og maður finnur svona komið tilhlökkun í okkur og það er akkurat það að hitta börnin sín. Ég á 4 börn og þau verða virkilega glöð að hitta mig og konan mín líka. Þannig að það er komið svona spenningur í magann að hitta þau. Bara í Jesú nafni, bara ég hvet þig líka sem sér þetta að pröfa að fara svona ferð og finna hvernig Guðs andi kemur inn í og lyfti þér. Stundum er maður þreyttur en þetta er þess virði, í Jesú nafni. Bara í Jesú nafni. Svo Agnar segir að það voru að koma heim og
maður finnir svona alltaf eitthvað þreytu, ég var að segja við það, við ekki bara beygja á Vestfjörðina og taka Vestfjörðina líka. Við gerum það bara seinna. Ég held ég ætti aldrei eftir að fara einhverja svona hringur landið að rétta fólki frelsisbæn og svona hvetja þá sem að hafa þurr hvatningu. Ég held að ég hef nú verið svona síðasti maðurinn í að gera það, en svona í Guð, maður veit aldrei. Þetta er bara allt gagnvart vilja Guðs og ég er búinn að læra mikið á svona ferð, það var gott að þessari ferð og taka mikið svona trúarskref, stórt skref í lífinu hjá mér núna. Eins og þegar ég var svona átta mig á að þetta er svona viss kennsla sem ég er búinn að gangi gegnum og ég myndi ekki vilja eiga hann eftir. Eins og Ragnar segir að bíða hans 4 börn heima. Ég og 2 stelpur að búa við 7 mömmu sinni en þær eru að bíða spenntar eftir að fá að hitta mig í kvöld. Ég hlakka rosalega mikið til og þetta hefur bara búið að vera æðislega blessað og ég er bara, eins og ég segi, ég er bara yfir mig ánægður og þú þetta úti sem að kannski ert að horfa á þetta og heldur kannski að það sé engin tilgangur í lífinu á þér en þá er bara hellings tilgangur. Það er bara hellings tilgangur í lífinu og það er bara spurning að opna augun og taka á því og stíga skrefið út af vatnið að taka móti því sem Guð er að gefa manni og hafa djörfung í það. Amen. Ferð er á enda og við erum búin að vera í viku tæpa að tala við fólk og kynna Drottinn Jesú Krist sem við allir elskum og við erum að komast heim núna, það er klukkutími eftir að ferðinni og það er gaman að eiga þá tilhlökkun að koma heim sem eiga ekki þessa tilhlökkun vegna þess að það er ekkert í að sækja. Það er þetta sem Drottinn gefur okkur, hann gefur okkur heimili, hann gefur okkur eftirvæntingu fyrir því að koma heim og fólk sem að tekur á móti okkur fagnandi. Það er til margs að vinna að eiga Drottinn Jesú Krist í sínu hjarta og ég hveti eins og Ragnar var að hvetja þig áðan til þess að stíga þetta skref og eiga næstu ferð og þá myndu reyna þetta sjálfur þar sem við höfum verið að reyna hér í þessu túr. Því að Guð fer ekki mangarinnar ráleitt, það sem hann gerði fyrir okkur, það mun hann líka gera fyrir þig. Í Jesú nafni. Amen.